Nei, umræða ekki lokið. Og við göngum til 7. liðar í útsendri dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og flugvallavina niðurfellingu byggingarréttargjalds fyrir Hjálpræðisherinn. Og fyrstur tekur til máls Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Og góður forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla að flytja eftirfarandi tillögu frá okkur borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og flugvallarvina. Hún hljóðar svo. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og flugvallarvina leggja til að í ljósi starfsemi þeirrar sem Hjálpræðisherinn stendur fyrir og hefur staðið fyrir í Reykjavík í rúma öld verði samtökin undanþegin byggingarréttargjaldi vegna úthlutunar lóðar við Suðurlandsbraut 72-4. Við biðjum að hafa verið leiðréttað í staðinn fyrir borgarfulltrúar þá verði því breytt í borgarfulltrúar. Nú við ræðum þetta mál hér í borgarstjórn. Þetta var til umfjöllunar í borgarráði 7. október en tildrög málsins eru þau að Hjálpræðisherinn á Íslandi sem hefur starfað hér í miðbænum rétt hjá Ráðhúsinu í 120 ár eða meira og sinnt hér margvíslegar hjálpar og mannúðarstarfi. Hefur sótt og fengið úthlutað lóð að Suðurlandsbraut 72-74 í Sogamýri og óskaði hann eftir niðurfyllingu gjalda vegna lóðarinnar en það var gert ráð fyrir við afgreiðslu málsins í borgarráði að hann greiddi ákveðna upphæð, ég held að samtals 44 milljónir, annars vegar í gatnagerðargjald og hins vegar í byggingarréttargjald. Nú við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokks og flugvallavina við töldum eðlilegt að þessi upphæð yrði lækkuð og fluttum það tillögu í ljósi starfsemi þessara samtaka. Þessi samtök Hjálpræðisherinn, þetta er Hjálpræðisherinn skráð trúfélag en það er ekki síður í ljósi starfs þessara samtaka hér undanfarna rúma öld sem við teljum að tillagan eigi fullan rétt á sér. Og einkunnarorð Hjálpræðishersins eru súpa, sápa og hjálpræði þar sem mannlegum þörfum fólks fyrir fæði, klæði og sjálfsvirðingu mætt ásamt því að boða kristna trú. Hjálpræðisherinn hefur nú huga á að reisa nýja miðstöð fyrir starfsemi sína. Nýtt húsnæði og aðstaða miðsvæðis í borginni á að efla starf Hjálpræðishersins að mannúðarmálum, að veita félagslega þjónustu og bjóða upp á kristilegt starf. Eins og borgarfulltrúar þekkja þá hefur hann sinnt þessu starfi hérna, haft sína aðstöðar í miðbænum en hins vegar fært þetta starf út alla borgina og rauninni allt höfuðborgarsvæðið og þegar að Hjálpræðisherinn tók til starfa hérna sem fyrir 120 árum eða svo þá er ekki ofmælt að Ísland hafi verið fátækasta ríki í Vestur-Evrópu og vanþróað þjóðfélag í ýmsu leyti. Nú fátækt fólk var mjög margt og ljóst að hér var mikil þörf fyrir mannúðar og hjálparstarf eins og Hjálpræðisherinn gengst fyrir og það má segja að ég held að það hafi verið alveg þannig frá byrjun að það voru auðvitað ýmsir einstaklingar og samtök sem sinntu mannúðarstarfi í Reykjavík en ég held að minnstakosti á fyrstu árum Hjálpræðishersins þá hafi hann borið höfuð og herðar yfir önnur samtök bara í ljósi afls síns og peninga. Þetta var fólk sem starfaði í Hjálpræðishernum, kom margt frá Noregi, kom þangað í sjálfboðaliða störfum og fekk fjármuni þaðan til að reka starfsemina hér. Og það má segja að herinn
hann hafi tekið að sér að reka félagslegt kerfi hér í borginni, velferðarkerfi, hér í bænum og síðan borginni, í rauninni áður en borgin eða bæjarfélagið var þess megnu að gera slíkt að minnstakosti myndarlega. Og sem sagt, herinn hefur rekið barna- og æskulýðsstarf á þessum tíma, verið frumkvöðl í endurnýtingu fatnaðar og sjálfbærni með verslunarrekstri og hjálparstarfi. Nú skipulegar matargjafir Hjálpræðishersins hófust árið 1928. Herinn rak vöggustofu á stríðsárunum. Hann hefur verið með ýmis námskeið og úrræði fyrir fólk sem minna má sín, ásamt því að reka dagsetu fyrir heimilislausa frá 2007 til 2015. Árið 2012 opnaði Hjálpræðisherinn fjölskyldu- og fjölmenningarsetur í Mjódd og haustið 2015 opnaði hann súpeldur fyrir heimilislausa að Kirkjustræti 2 eftir lokun dagsetusins. Það er alveg ljóst að Hjálpræðisherinn hefur þjónað íslensku samfélagi langt skeið og tekist á við ýmsar áskoranir hér, og ég held að við fáum aldrei, við borgarfulltrúar, við fáum aldrei þakka þetta starf til fulls, og ég held að við gerum okkur ekki heldur grein fyrir því vegna þess að það er einhvern veginn innbyggt í starf Hjálpræðishersins að sýna hógværð, að miklast ekki að vera ekki að koma því á framfæri sem þeir eru að gera daglega, og þess vegna vita fáir í rauninni hversu umfangsmikið þetta starf hefur verið gegnum árin. Og ég skal fúslega viðurkenna að ég er einn af þeim. Ég taldi mig nú þekkja starfsemina nokkuð vel sem borgarfulltrúi sem hefur reynt að fylgjast með því og hefur lengi gengið hér götur í miðbænum. En þegar ég fór að kynna mér starfseminni í kringum þetta mál og fór að fletta því upp og fá gögn þá var ég að segja að þetta starf Hjálpræðishersins er miklu meira heldur en ég hafði áttu von á. Og rauninni, bara ég er hérna með lista yfir starfavega samtakana, hann er eiginlega langur til þess að lesa hann upp. Ég var búinn að tæpa hér á því helsta, en Hjálpræðisherinn kemur að mörgum verkefnum og það komir ekki síður á óvart að þessi starfsemi er komin út mest allt höfuðborgarsvæðið. Það er alveg sjálfsagt að borgaryfirvöld styðji við þetta starf eins og við geta með ýmsum hætti. Ég veit ekki alveg hvaða þjónustusamningar eða hvort eru þjónustusamningar í gildi núna. Það hefur verið samstarf milli borgarinnar og Hjálpræðishersins, en það hafa ekki verið beinir styrkir, heldur samningar þjónustu sem Hjálpræðisherinn hefur síðan tekið að sér að veita. Og þessi samtök vilja efla sitt starf og hafa hér verið mjög þægilega staðsett, en það er hins vegar alveg rétt að þessi lóð í Sogamýri, hún er miklu meira miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu heldur en húsnæði hér við Kirkjustræti hér alveg í miðbænum. Og nú hafa samtökin selt þetta húsnæði, og eftir því sem ég kemst næst þá mun allur hagnaðurinn af sölu, eða sem sagt allt söluverðið, það mun renna í nýbyggingu samtakana í Sogamýri, og það verður það stór bygging að það er ekki víst að það muni duga til, og það mun bara Hjálpræðisherinn afla sjálfur fjár til þess sem upp á vantar. En þetta er mikilvægt að nefna þetta hér vegna þess að í umræðum þetta mál þá hafa sumir séð ofsjónir yfir sölu andvirðinu, þetta sé há upphæð og jafnvel talað þennan gjörning allan eins og hér séu einhverju gróðastarfsemi að ræða. En svo er auðvitað alls ekki. Þetta er ekki það að ræða að einhverjir aðilar séu að taka snúning og selja eign á besta stað í bænum til þess að nýta féð í eigin þágu. Allt þetta fé, og það er alveg ljóst að það fé sem liggur bundið í húsnæðinu, þetta var reist fyrir Hjálpræðisherins á sínum tíma. Hjálpræðisherinn keypti þessa lóð á sínum tíma sem er inn í miðbænum, og ég býst að mest allt það fé hafi komið frá Noregi, og það stendur ekki til að fara með þetta fé eitthvað burt tilbaka eitthvað slíkt. Þetta fer allt í áframhaldandi uppbyggingu á starfi hersins. Og
kannski einhver misskilningur umræðinu að fólk kannski áttar sig ekki á því hve víðtækt og öflugt starfið er. Og ég held að það verið mjög gott að borgarfulltrúar bara sem hafi ekki kynnt sér það, þeir geri það og átti sig á því þannig. Og ég segi það bara hér, ég held að fáir aðilar ef nokkur eiga það jafn mikið inn hjá borginni eins og Hjálpræðisherinn á Íslandi sem eru höfuðstöður hér í Reykjavík að fá hér lóðar fyrir greiðslu. Við þekkjum það bara í okkar starfi. Gegnum tíðina þá hafa mörg félög, trúfélög og íþróttafélög fengið lóðar fyrir greiðslu hjá borginni og það hefur bara verið skoðað í hverju tilviki fyrir sig og menn hafa bara talið og það hefur bara verið gert í ýmsum tilvikum, annars vegar vegna lagaákvæðis en hins vegar hefur borgin ekki verið skylt að gera neitt slíkt en hefur samt ákveðið að gera vegna það er talið að viðkomandi félag inni af hendi mannbændið starf eða starf sem borgin vill líta undir. Og þessi tillaga, hún var tekin fyrir í borgarráði þar síðustu viku og hún hlaut ekki náð fyrir augum borgarstjórnar meirihlutans, þeir flokkar sem standa borgarstjórnar meirihlutanum felldu tillöguna til að hlaut stuðning okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og Flugvallavinna og við ákváðum því að skjóta þessu mál hingað til borgarstjórnar. Við vonum einhvern veginn að þetta mál verði leiðréttir í borgarstjórn þar sem við teljum að borgarar hafa ekki tekið rétta ákvörðun og verðum að segja okkur finnst þetta köld kveðja til Hjálpræðishersins eftir allt þeirra starf að fá ekki slíka fyrir greiðslu. Í rauninni hefði ekkert verið að því, það var mjög að spyrja sig að því við lögðum til að það er fellt niður sko byggingarréttargjaldið sem eru 22 milljónir og það má þess vegna spyrja það líka, af hverju ekki að fella niður gatnagerðargjaldið líka. Það er það sem önnur trúfélög hafa notið og ég sé fyrir mitt leyti að ég væri alveg tilbúin að fallast á það en við sáum það að þessi mál höfðu verið rædd í borgarráði að það var að tekið fyrir og við heyrðum alveg á fulltrúum meirihlutans það var ekki vilji fyrir því að fella gjöld niður öllu leyti. Þannig að okkur fannst þetta að vera svona kannski málamiðlun sem allir ættu að geta sætt sig við og það þarf enginn að velkjast í vafa það að ef að þessi tillaga verður samþykkt og byggingarréttargjaldið verður fellt niður sem eru 22 milljónir þá er ekki verið að gefa neinum það sko, það fer bara beint í, það er verið að gefa Hjálpræðisherinn það og við getum algjörlega treyst í að það fer beint í starf Hjálpræðishersins, það mannúðarstarf sem þar er reynt að hendi í þágu borgarbúa. Þetta á borgarasundinu þá var svona aðeins bókað þetta mál og ég verð að segja að bókum meirihlutans þar, mér fannst þar vera kannski elst svolítið við aukaatriði málsins. Það var gert við því hvenær tillagan hefur komið fram, þetta verið seint fram komið, auðvitað skiptið er það bara aukaatriði í málinu og aðalatriði í málinu náttúrulega bara það að það er rétt að þetta trúfélag og þessi samtök njóti jafnræðis við sína úthlutun eins og önnur félög hafa fengið og vissulega er hægt að segja að það sé að borgaryfirvöldum ber ekki bein skylda til þess að úthluta þessu trúfélagi lóða þessum stað, getur verið annar staðar en við nefndum þá að það lægi fyrir að annað trúfélag fékk lóð ókeypis, það er á nokkur að gjalda á svipuðum stað og ekki langt síðan og það má auðvitað nefna bara mörg trúfélög í þessu sambandi. Mörg trúfélög hafa fengið lóðir án útgjalda og við teljum að svo er einnig að vera þetta og þá ekki síður vegna þess starfs sem það hefur innt af hendi í 120 árum. En nóg það, við leggjum þessa tillögu hér fram í borgarstjórn og vonum að hún verði samþykkt þannig að það sé hægt að ljúka þessu máli þannig að sómið sé að fyrir borgarstjórn. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn.
Það mál sem að hér til umfjöllunar snýst það að Hjálpræðisherinn á Íslandi leitaði til borgarinnar í gegnum ráðgjafa sinn KPMG varðandi húsnæðismál, kanna möguleika á nýrri staðsetningu fyrir aðalstarfsemi Hjálpræðishersins í stað Kirkjustrætis 2 Herkastalans og Reykjavíkurborg féllst á að greiða fyrir þessum flutningum með því að finna svæði sem Hjálpræðishernum leist vel á, sameina þar 2 lóðir þannig að uppbygging Hjálpræðishersins gæti gengið eftir á stað sem samkvæmt erindinu liggur vel við, sérstaklega almenningssamgöngum, sérstaklega með tilliti stærstu úthverfa Reykjavíkur, Grafarvogs og Breiðholts. Sýnileiki byggingar sem þarna mun rísa mikill, sérstaklega frá Miklubraut sem í Hjálpræðishernum mikilvægt í þeirri samfélagsþjónustu sem þeir sinna, eins og segir í erindinu. Það var alls ekki kappsmál hjá borginni að greiða því leið að Herkastalinn myndi breytast í hótel. Við höfum hinum megin við götuna þvert á móti sett skilmála sem takmarka fleiri hótel í Kvosinni. Þannig að það var ekki kappsmál. Hins vegar, meðal annars með ýmsum af þeim rökum sem að borgarfulltrúum farið hér fram. Hjálpræðisherinn hefur starfað lengi í borginni, hann hefur sinnt ýmsum samfélagsmálum af mikilli óeigingirni og gert vel, að þá var vilji til þess að koma þarna til móts. Það hefur komið fram í fréttum að Hjálpræðisherinn fékk 650 milljónir. Húsnæðisþörfin fyrir Herkastalann, húsnæðisþörfin sögð 700 til 900 fermetrar. Þannig að þessar tölur liggja allar fyrir og það sem að mér hefur fundist ósanngjarnt bæði gagnvart borgarstjórnarmeirihlutanum og þeirri ákvörðun að greiða fyrir þessum flutningum Hjálpræðishersins en líka gagnvart Hjálpræðishernum sjálfum að gera þetta eitthvað tortryggilegt, gefa það til kynna ranglega að það ber einhver illan hug til Hjálpræðishersins eða það sé verið að senda honum kalda kveðju þegar það þvert á móti verið að fallast á það að greiða fyrir flutningi hersins á nýjan stað, greiða fyrir því að hann selji sína gömlu og góðu eign, en það var ekkert kappsmál borgarinnar að þar kæmi hótel, þvert á móti. Ég hefði algjörlega getað séð fyrir mér að Hjálpræðisherinn verið áfram í Herkastalunum, en ég skil það þegar Hjálpræðisherinn segir að sú staðsetning og það húsnæði henti ekki jafnvel á áður og ekki jafnvel á húsnæði á nýjum stað, að þá var ákveðið metnaðarmál að greiða þannig fyrir því að Hjálpræðisherinn væri áfram í Reykjavík. Það að styrkja Hjálpræðisherinn fyrir virði lóðarinnar síðan allt önnur umræða. En þá verður að fara í það á einhverjum svona almennum grunni gagnvart öðrum félögum sem eru líka að sinna góðri starfsemi. En við þessu erindi var orðið. Þessi fyrirgreiðsla var veitt á eðlilegum kjörum. Og ég held að við höfum öll að vera bara stolt af því. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og Kjartan Magnússon borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvar. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir svarið. Mér finnst koma fram í þessu svari bara ákveðinn og góður velvilji í garð Hjálpræðishersins. Og vil þó segja það bara vegna þeirrar upphæðar sem ég hefa nefnt söluvirði hússins. Mér finnst það ekki skipta máli hvort við tökum hinn ákvörðunina að fella niður byggingarréttargjaldið. Eiginfjárstaða hersins á í sjálfu sér ekkert
skipta máli þegar við tökum aftur til þess hvort hann eigi að fá byggingarréttargjaldið fellt niður eða ekki. Og borgarstjóri fór yfir þar inn í hvers konar fyrirgreiðslu herinn hefði fengið og ég get bara tekið undir borgarstjóri með það að bara herinn fekk góða fyrirgreiðslu að mörgu leyti að þessa fínu lóð inn í Sogamýri og það þurfti að skoða þessi mál með Herkastalann og eins og borgarstjóri sagði það var ekki kappsmál að þarna þetta húsnæði breyttist í hótel en þó má þá segja á móti að þarna hefur verið gistiheimili starfsemi mjög lengi. Þarna, og ég efast að það hefði hagnaður verið að þessi starfsemi eins og við vitum þá hefur heimilislaust fólk fengið hann inni og ekki alltaf borga reikningin en þarna hefur þó með einhverjum hætti verið gistiheimili starfsemi þannig að mér finnst það ekki kannski stórmáli sjálfu sér að fallast á að þarna verði áfram gistiheimili starfsemi eða hótel. Hefur rauninni bara sjálfsagt að þeir fengi svolítið að ráða því hvað þarna því það mér finnst ekki vera mikil eðlisbreyting en það kom fyrir máli borgarstjóra að það hefur verið vilji til að koma til móts við hjálparserinn út af starfi þeirra samtaka og ég alveg sammála því. Við viljum þá kannski það er bara spurning hvað við viljum ganga langt. Ég tel að við eigum að ganga svo langt að fella niður byggingarréttargjaldið og fyrir utan hina fyrirgreiðsluna sem samtökin hafa notið. Hjálparserinn sótti þetta í sínu upphaflega erindi, sótti það að það fengi afslátt af lóðaverði og gatnagerðargjaldi og ég sé bara ekki til fyrirstöðu að við göngum svo langt að fella niður byggingarréttargjaldið. Ég held að það sé bara eðlilegt í þessu tilviki. Já, þá hefur Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar og næstu mælendaskrá er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjóri og getur borgarstjórn. Ég þakka borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni fyrir að hafa komið hérna upp og flutt innganginn og útskýrt þau sjónarmið sem liggja að baki þeirri tillögu sem að hér liggur fyrir. Ég átta mig samt á því með hvernig bara stemmingin í salnum að fólk orðið þreytt og við ætlum ekki að fara, við erum búin að ræða þetta, tillagan liggur fyrir. Nú held ég að það sé mikilvægt að það kjósi allir bara eftir sinni sannfæringu. Þetta er ekki eitthvað flokkspólitískt mál, þetta snýst velvild gagnvart félagi sem að hefur staðið styrkum fótum hér í Reykjavík og hjálpað mörgum þeim sem hafa átt sárt að binda áður en Reykjavík setti sér mannréttindastefnu, áður heldur en að velferðarsvið Reykjavíkurborgar var virt, áður heldur en að opnuð voru gistiskýli og haldið var utan heimilislausa. Þannig að þetta er svona mitt innlegg inn í þessa umræðu, ítreka við borgarfulltrúa að kjósa eftir sinni sannfæringu, þetta er ekki flokkspólitískt mál. Þá hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu er lokið og við göngum til atkvæða tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og flugvallavinna niðurfellingu byggingarréttargjalds fyrir Hjálpræðisherinn. Þeir sem að vilja samþykkja tillöguna gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Hún er því felld með 9 greiddum atkvæðum gegn 6. Og við áskilum okkur rétti gagnbókunar eða bókunar. Þá göngum við til 8. liðar dagskrár.